traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Þessar mundir eru 10 ár liðin frá því að varnarliðið á Keflavíkurflugvelli hérna fór með manni og mús. Þetta var áfall fyrir marga Suðurnesjamenn sem að unnu hér eða höfðu viðskipti af varnarliðinu. Við ætlum aðeins að kíkja á þessa sögu og ræða við aðila sem að tengjast málinu. Við ætlum líka að skoða fallegar náttúruperlur sem Ellert Gretarsson ljósmyndari og fyrirverandi blaðamaður á Víkurfréttum tók með drónanum á dögunum. En við ætlum að hefja leikinn hjá varnarliðinu. Og hér voru mjög góðar og jákvæðar umræður þetta þar sem að kemur fram að menn vilja snúa vörn í sókn í þessu máli, hvað varðar atvinnuþættina, þau atriði sem snúa hér að atvinnumálum á Suðurnesjum og mér fannst vera jákvæður tónn í þessu, það er viss eftirvænting varðandi það hvaða aðstaða skapast hér og hvaða starfsemi geti passað inn í hana. Þannig að þrátt fyrir þessa erfiðleika sem að núna er við að glíma þá eru menn staðránir í því að gera það best úr þessu og skapa hér ný tækifæri. Ég er mjög þakklátur fyrir það hvað menn horfa mikið til framtíðarinnar og það er engin svartsýni uppi og menn eru fyrst og fremst að horfa til þeirra tækifæra sem skapast við þessar aðstæður. Þannig ég er alveg viss það að ríkisstjórnin og sveitarfélögin hérna á svæðinu eiga eftir að eiga gott samstarf þessi mál. Hvað kom nýtt fram á þessum fundi sem var hér í dag? Við stiltum nú saman krafta okkar, stéttarfélögin með Reykjanesbæ og svæðisvinnumiðlun og skólakerfinu að taka höndum saman það að taka á móti því fólki sem nú er að fá uppsagnir á allra næstu dögum það að bjóða fólki þjónustu, bjóða fólki aðstoð að taka við því og fara strax í að fara í atvinnuleit eða bregðast við þessum óskapniði sem uppsagnir eru. Þannig að þetta er samhent átak allra sem koma að þessu? Já, það er algjörlega samstillt átak og við í þeirri merkingu stofnum hér fyrirtæki eða starfshóp sem ætlar að fara sameinað í það verkefni. Þetta er búið að vera annars vika hjá ykkur, öllum sem koma að þessu máli. Hvernig eru máli eitthvað að róast upp á velli? Eru starfsfólk að kannski sætta sig við orðin hlut núna loks?
Það urgur í fólki þó að óvissunni sé létt að því leyti til að nú vita menn það að þeir fái uppsagnir, en það urgur í fólki vegna þess að við þessi tíðindi þá að byrja á því að gera þjófaleit á öllu starfsfólkinu þegar það var að fara heim eftir að hafa fengið fréttirnar. Það fór ekki vel í mannskapinn. Tæplega 600 uppsagnarbréf biðu íslenskra starfsmanna varnarliðsins hér í morgun á Keflavíkurflugvelli. Hjá öllu nema starfsmönnum í snjóruðningsdeild verður síðasti starfsdagurinn 30. september næstkomandi. Hvernig eru viðbrögð starfsmanna upp á velli eftir þennan fund sem var núna í morgun? Ég held að það bara er mjög hissa. Hvernig kom eitthvað nýtt fram á þessu fundi? Við bara fengum tölvupóst í morgun, við ættum að mæta klukkan 10:30 upp í Henger. Við fórum þangað og við skildum allavega ekki minn hópur, skildum ekki neitt. Það var ekkert sem kom þar í ljós? Nei, það er bara illa skipulagt. Og hvernig horfir starfsfólk upp á velli núna til framtíðar? Er fólk eitthvað vondauft eða? Það er náttúrulega engin framtíð, þetta er búið spil. En með framtíðina á öðrum vettvangi? Ég veit það ekki. Já. Bara fólk að fara að leita sér vinnu? Já, það er náttúrulega fyrir að leita og er búið að vera að leita. En það er ekki mikið að vera hér í Keflavík. Teljið að þurfi að gera eitthvað átak mjög fljótlega í þeim efnum? Það þarf að gera mjög fljótt. Hvernig er þetta eitthvað sem að einkennist ástandanum frá vonbrigðum eða er þetta bara eitthvað sem allir áttu von á? Við náttúrulega erum búin að vita þetta í nokkra mánuði eða eitthvað tíma en ekki að þeir myndu bara fara 1, 2 og 3. Já, það trúði því enginn að varnarliðið myndi fara. Það var bara algjör afneitun, hægt að segja. En við vorum eitthvað búin að hafa af þessu áhyggjur og vorum búin að fara á fundi með ráðamönnum. Við vorum búin að hitta meðal annars Steingrim Hermannsson og ræða það hvernig viðbrögð við ættum að hafa ef að varnarliðið færi. Við fengum náttúrulega bara engin viðbrögð við því að það trúði ekki nokkuð maður að varnarliðið myndi fara og allir gengur bara því vísu að þeir myndu hafa þá. En nú þeir farnir og fyrir allmörgum árum og engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, segi ég í þessu sambandi. Því að dollararnir sem komu frá varnarliðinu fyrir vinnu fólksins, þeir voru bara alveg nákvæmlega þeir sömu og voru að koma hér fyrir fiskin okkar. Auðvitað voru þetta grjótharðar gjaldeyristekjur sem fólk skilaði á hverjum degi og alla daga ársins og þannig að herinn var bara stóriðja hér í heiðinni á þeim tíma. Ja, Guðbrandur, þú hlýtur að hafa fengið mikil viðbrögð frá þínum félagsmönnum í dag. Jú, menn eru bara alveg logandi yfir þessu fréttum sem hafa verið að berast inn á borð til okkar og ráðalausir vita nánast ekkert hvað er að gerast en þetta er skelfilegt áfall. Það heilu fjölskyldunar sem eru jafnvel að missa sitt lifibrauð bara með svo stuttum fyrirvara. Já, það eru auðvitað fyrirvinnur sem eru þarna eins og annars staðar og það er náttúrulega bara skelfilegt að standa frammi fyrir því að hafandi eitt kannski allri ævinni í það að vinna á þessum stað að vinnustaðurinn er bara hverfa einu vettvangi nánast. En hver eru framtíðar horfurnar núna í allra nánustu framtíð? Er eitthvað á sjóndeildarhring sem að geti mögulega vegið upp á móti þessu áfalli? Ég sé það ekki akkurat núna. Ég vildi óska þess ég segi það. Ég held að hafi enginn gert ráð fyrir að þetta væri að bresta á. Og við erum auðvitað frá degi til dags bæði innan verkefnishreyfingarinnar og í bæjarstjórnunum að velta fyrir okkur möguleikunum til þess að auka fjölbreytni í atvinnulífi en að þurfa að taka á þessu reiðarslagi óað engan fyrir en menn verða vissulega núna bara spýt í lófana. Það er ýmislegt hægt að gera. Það liggur á borðinu til dæmis hjúkrunarheimili, það er hægt að hraða framkvæmdum það. Það er hægt að auka starfsemi heilbrigðisstofnunar verulega. Einhvers konar tilflutningur á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga og
með það fyrir augum að þetta fólk gæti þá fara að vinna við slík verkefni. Menn verða að hraða vinnu við þetta. Við höfum hugsanlega 9 mánuði til þess að fara yfir þetta og við verðum bara að vinna mjög hratt. Hvar sér þú helst sóknarfæri? Já, ég sé þau þarna í þessu sem ég var að nefna að menn hafa auðvitað verið að tala um álver í Helguvík en það leysir ekki vanda vinnandi kvenna upp á flugvelli sem að missa vinnun eftir 9 mánuði eða vinnandi karla. Álver tekur að minnstakosti 3 ár, það á eftir að fara í umhverfismatið og það á eftir að hrinda þessi framkvæmd en þannig að álver ekki lausn á þessu vandamáli. Það hefði getað verið lausn á því eftir 2 ár en við þurfum að nú þarf að finna skyndilausnir og það ekkert verkefni fárra að finna út úr því. Menn verða að leggjast á eitt í að finna það. Ekki bara sveitarfélögin í kring, heldur ríkisvaldið einnig. Mér finnst við að eiga það inni á ríkisvaldinu. Gætirðu lýst andrúmsloftinu þegar það var tilkynnt að varnarliðið myndi fara? Jú, það var bara paníkástand. Ég held að ég get ekki, það var svona bara eins og hefði komið stór jarðskjálfti. Fólk var auðvitað skelfingu lostið. Þegar við sjáum fram á það að við séum að missa framfæri og það sem við höfum verið að gera og ástunda svo áratugum skiptir, þá það auðvitað mikið áfall þegar það tekið fram hann á einu bretti. Þannig að það var allt undirlagt í samfélaginu á þessum tíma. Við skulum ekkert vera að draga úr því, þannig var það bara. Og ég skil það vel að það fólk sem að misti vinnuna sína, það skildi eiga erfitt næstu vikur og mánuði þarna á eftir. Og var þetta mikill skellur fyrir atvinnulífið þegar svo var lokað upp á velli? Fyrir mjög marga var þetta mikill skellur og menn tóku þetta mjög nærri sér og þeir bara, ég veit þó nokkuð margar sem að héldu bara að það væri nánast öllu lokið og þeir myndi aldrei fá aftur vinnu. En við tókum saman höndum við bæjarfélagið og þáverandi bæjarstjóra, Árna Sigfússon, og að við settum á fót svona óformlega eftirlit eða aðstoð við þá sem voru að missa vinnur hjá varnarliðinu og það var haft samband við alla í þó nokkuð tíma og því var hætt þegar það voru einhverjir 10 eftir á listanum eða svo að þá töldu að því verki var í lokið. En mönnum var boðið upp á alls konar aðstoð, námskeið, gerð starfsferilskráa og þess aftar og ég veit að menn höfðu mjög gott af því að átta sig á því svona með því að draga saman hverjir þeir væru og hvað þeir gætu og síðan nýttu sér þessi námskeið og þessar starfsferilskrár til að sækja vinnu á stöðum. Og þetta jók sjálfstraust manna mikið við það að fara í þessa uppbyggingu á sjálfu sér og það eiga bara allir sem að stóða þessu hrós skilið hvernig það var gert. Það hefur gengið á ýmsu síðustu daga eftir þessi ákvörðun Bandaríkjahers að fara hérna frá Íslandi. Og þessi orð eiga sem sagt vel við óviðkomandi bannaður aðgangur því að fjölmiðlum hefur líka verið meinaður aðgangur og við höfum því ekki getað tekið púlsinn á svæðinu innan girðingar. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Jæja, Friðþór Eydal, fyrirverandi upplýsingafulltrúi varnarliðsins. Varst nú hérna í mörg ár og þekkir söguna gríðarlega vel. Rifjaðu nú upp með okkur aðeins hvernig síðustu daga varnarliðsins og aðdragandan að brotthvarfi þess. Aðdragandi var náttúrulega langur eins og við þekkjum og á
og hófst í raun strax við lok kalda stríðsins þarna 1990. Þá fóru strax að heyrast raddir samdrátt og fljótlega var hrint í framkvæmd af skiljanlegum ástæðum. En svo gekk þetta nú í næstu 15 árin í bylgjum, ef svo má segja, allt eftir því hversu mikla athygli þetta fékk, fyrst og fremst í bandaríska stjórnkerfinu. En eftir á að hyggja þá náttúrulega var þetta óumflýjanlegt og ég viss það að ef það gerðist ekki árið 2006 þá hefði það gerst bara á næstu árum þar á eftir. Það er alveg sama hvað held ég hefði verið samið einfallega vegna þeirra stríða og athafna sem Bandaríkjastjórn stóð í víða heim og endataflið kom náttúrulega til eða orsök þess var náttúrulega einfallega að það var ekki lengur hægt að verja innan bandaríska stjórnkerfisins og alls ekki innan Bandaríkjahers þetta úthald sem var verið með hér upp á Íslandi að þér virtist engum til gagns á meðan að menn stóðu blóðugir upp yfir axlir í styrjöldum út í heimi og þurftu á að halda bæði peningum og mannafla og búnað. Maður hefði á tilfinningunni hafandi verið hérna líka og skoða söguna að Íslendingar við héngum á þessu varnarliði eins og hundar á roði. Íslendingar náttúrulega skiptust í mörg horn og svo má segja alla tíð með tilliti til veru varnarliðsins hérna. En þeir tóku snemma þá ákvörðun, þar að segja íslensk stjórnvöld, að vera ekki að reyna að kljást við samstarfsmenn sína, Bandaríkjamenn eða NATO þess vegna, á grundvelli einhverjar herfræði vegna þess að það var ekki þeirra sérþekking þeirra lá ekki þar. Þeir hins vegar voru vel að sér í að reka pólitík og af þeim sökum að þá var nálgunin frá Íslands hálfu alltaf á pólitískum nótum. Samskiptin fóru fram á æðstu stöðum, fóru fram á sviði eða sérst á ríkisstjórnarlevel og svo má segja. Og þannig að þegar að koma að því að herinn vildi fá einhverjar breytingar að þá að sjálfsögðu gripu menn til þeirrar taktíkar sem að þeir þekktu og notuðu hana eins og þeir höfðu gert löngum fyrr. Nú hef ég heimildi fyrir því að það séu margir sem að koma að þessu sem að telja eftir á að ef að Íslendingar með ráðherra í fararbróti hefðu ekki verið svona harðir á því að varnarliðið færi alls ekki, heldur hefðu farið samningaleiðina, þá hefði varnarliðið hugsanlega ekki farið í öllu sínu veldi, heldur skilið eftir einhvern hlut af starfsemi sem þeir síðan gerðu ekki. Hvað segir þú um það? Þetta er mjög skiljanleg afstaða og dálítið sem ég hef sjálfur verið að rannsaka svolítið. Ég var nú vitni að ýmsu í þessu sambandi á þessum síðustu árum sem að sérstaklega þarna á árunum frá 2001 til loka og ég er nú þáttakandi í sjónvarpsþáttagerð sem núna er í gangi sögu varnarliðsins þar sem við komum til með að taka á þessu, meðal annars með viðtölum við menn sem stóðu og komu þarna nærri og vonast til þess að leiða það í ljós. Það er að segja á hvern megin þetta var en ég held svona eins langt og ég hef komist í þessu máli nú þegar að eins og ég lýsti áðan að þótt að ekki hefði komið til þessa brottfarar árið 2006, þótt að hefði verið tekist að semja einhvern samdrátt, þá hefði hann náttúrulega í fyrsta lagi verið verulegur og alltaf falið í sér að orrustuþoturnar hefðu farið, því það var það samningsumboð sem menn höfðu og ætluðu sér, að þá hefði komið til þess á endanum að liðið hefði verið kallað allt tilbaka. Núna 10 árum síðar þegar þú lítur til baka
þekkjandi söguna svona vel og hafandi verið hérna inn í hringiðunni, hvernig svona horfir þú á þetta svona, hvernig þín sýn á þetta núna 10 ára síðar? Ég hef nú eiginlega hort svolítið til þeirra umræðu sem hefur verið upp á síðkastið að hvort að og kannski það sem ég vil meina að sé hjá sumum eins konar óskhyggja það hvort að Bandaríkjamenn sé ekki að koma aftur til Keflavíkurflugvallar. Þetta hefur maður alltaf heyrt og ég hef alltaf fengið þessar spurningar reglulega í gegnum tíðina því ég hef nú tengst þessum málum áfram í starfi hjá Isavia. En því nú til að svara að svo áreiðanlega ekki. Bandaríkjamenn voru hér fyrst og fremst á eigin forsendum eins og hvert annað ríki sem að auðvitað ekki neitt góðgerðarstarfsemi. Það vildi bara svo til að hagsmunir Íslendinga fóru vel saman við hagsmunir Bandaríkjanna og annarra NATO-landa á árum kalda stríðsins og komið þeir hér aftur með einhverjum öðrum hætti að þá verður það bara í hagræðingarskyni eins og það hefur alltaf verið gert miðað við þau verkefni sem að uppkunna koma eða fyrir liggja á hverjum tíma. Náttúruljósmyndarinn Ellert Gretarsson þreytist seint á því að sýna fólki náttúruperlu Reykjanesskagans í verkum sínum. Óhætt að segja að hann hafi myndað skagann frá öllum hliðum því eftir að hafa ljósmyndað á yfirborðans í mörg ár skreið Ellert undir hraunflokkana og ljósmyndaði þau náttúrufyrirbæri sem þar leynast neðanjarðar í ótal mörgum hraunrásarhellum. Og nú myndar hann Ellert Reykjanesskagann af himnum ofan með dróna. Í þessu myndbandi sýnir hann okkur margar af helstu náttúruperlum Reykjanesskagans, svo sem frá Reykjanesi, Sandvík, Eldvörpum og af Krýsuvíkursvæðinu.
leið og við kveðjum hérna frá Keflavíkurflugvelli, þá segjum við ykkur frá því að við ætlum að halda áfram að segja frá sögu varnarliðsins í næsta þætti. Minnum ykkur líka á marga aðra miðla Víkurfrétta, blað, vef og gólfvef. Þið getið séð þetta allt á vefnum okkar, allt okkar sjónvarpsefni á Víkurfrétta vefnum, á YouTube-brásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við erum alltaf tilbúnir að taka við ábendingum skemmtilegt efni eins og þið vitið og verið endilega duglega að senda okkur ábendingar. En við þakkum fyrir að þessu sinni, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl. Og bara eitt smá hér í viðbót, hér á Suðurnesjum var í vikunni gjörningaveður og þá gerðust ótrúlegir hlutir. Hann Halldór Guðmundsson fór út með síma sinn og var að mynda eldingar. Hér voru þrumur og eldingar og hvað gerðist? Eldingin fór í flugvél WOW sem var að taka á loft hér frá Keflavík og við erum með geggjað myndskeið sem við ætlum að sýna ykkur hér. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is